Góðan daginn. Í dag ætlum við að fjalla kafla 4 og það verið að tala kynhlutverkin. Hvernig við skiptust, bara allt í sambandi við það. Kynhlutverk, það félagslegu munur á kynjum og kynhlutverk eru skýr alla veröld. Það sem þetta hefur áhrif á, það mótun sjálfsmyndar. Það náttúrulega samskipti við annað fólk og bara aðra. Það atvinnuþáttakan og það fjölskyldulífið. Því það eru ákveðnir hlutir sem skiptast á milli kynja og við þurfum að vera vakandi fyrir hvað það er. Kynhlutverk segir til hvernig þú átt að hegða þér í samræmi við ríkjandi viðmið og gildi sem eru almennt viðurkennd fyrir hvort kyn. Byrjum alltaf á einhverju svona staðhæfingu, góðri staðhæfingu, það voðalega hugulegt. Kyn vísar til þess hvort þú ert karl eða kona, en kynhlutverk hafa félagslega skírskotun og vísa til karlmennsku eða kvenleika. Í dag eru kynin orðin meira, það ekki orðið svona skýrt, kona og karl. Nú eru komin fleiri þættir inni sem þarf að hafa í huga. En út frá kafla 4 ætlum við bara að ganga út frá sikkvoru kyninu. Kynhlutverkin stýra lífið þínu alla ævi en þau breytast með tíðarandanum. Nýjar hugmyndir og barátta fyrir auknu jafnræði hefur haft áhrif á kynhlutverkin. Þau ekki föst og óumbreytanleg, heldur þróast samhliða félagslegu breytingum allan heim. Kynhlutverk til dæmis í dag eru allt önnur heldur en þegar ég var í framhaldsskóla fyrir 30 árum. Það bara allt annar hlutur. Ójöfn staða kynjana og kynhlutverk. Þetta eitthvað sem við erum náttúrulega búin að vera að berjast fyrir í bara frá upphafi hugsa ég meina að jafna stöðu kynjana og það sem hefur áhrif á þetta eru til dæmis fjölmiðlarnir, það vinnustaður, það heimilið, skólinn og svo það náttúrulega miklu fleiri staðir, það bókmenntir, skemmtanaiðnaðurinn og ýmsir aðri staðir. Þetta út allt það sem við sjáum og þurfum alltaf að vera vakandi. Kynhlutverkið og fjölmiðlarnir. Sjónvarp og fjölmiðlar hafa stóran þátt í að skipta samfélagin í hópa og viðhalda ímyndum. Viðhalda staðalímyndun kynin. Á fyrsta ári sjónvarpsins voru kallar í öllum aðhlutverkum og við sáum alla minnihlutahópa. Alveg sama hvað tagi þeir voru, hvort þetta voru hvítir kallar. Eftir aldamótin 2000 fór fyrst að bera að konum einhverju ráði í aðhlutverkum. Breytingar í átt til jafnræðis kynja hafa verið hvað hægastar í auglýsingum sem selja vörur og þjónustu sem tengist rótgrónum almennt viðurkennum menningarlegu viðmiðum. Staðlaðar kvennímyndir eru til dæmis notaðar í flestar auglýsingar sem tengjast heimilinu. Konur eru sett upp ef það verið að selja bíla að þá eru karlar að kaupa bílana en konur eru að skreita bílana. Þið kannist við þessar auglýsingar. Þetta náttúrulega bara þáttur í að viðhalda ákveðnu staðalímyndum. Erving Goffman, hann segir, eða hefur verið með rannsóknir á lúmskri framsetningu staðlaðra kynnímynda í auglýsingum. Kallar virtust hærri en konur. Konur eru ofta sýndar liggjandi. Konur eru notaðar til að fanga athygli karla. Og þetta sjáum við ennþá. Launavinna, meginþorri kvenna í dag á vinnumarkaði. Og karlinn ekki lengur eina fyrirvinnan. Launamunur á milli kynja mikill, konur fá oft 70% á launum kalla, en það búið að vinna mjög mikið í þessu á undanförnum áratug eða svo. Þannig þetta hægt og sígandi að breytast, eftir því bara sem við öll verðum vakandi fyrir því að því fyrr breytast þessir hlutir. Heimilistörfin, það umfang heimilistarfa. Heimilistörfum jafnara skiptnir á kynin á Vesturlöndum en í þróunarlöndum. Já, ég ætla bara ekki að ræða það. Þetta bara, við förum bara eftir bókinni. En þeim hvergi jafnt skipt niður í heiminum. Kallar sjá smáviðgerðirnar heima fyrir og sinna útverkunum. Við nú erum að tala almennt, ekki einstaka fjölskyldu sem þetta kannski öðruvísi hjá, heldur að tala almennt. Kallar sjá smáviðgerðir heima fyrir og sinna útverkum, meðan að konur bera frekar ábyrgð á eldamennskunni og þrifum. Kallar gera oft mikið úr þeim heimilistörfum sem þeir innan af hendi. Það alls ekki óalgengt að maður heyri það. Kallar eru til dæmis mjög oft og það nú kannski minna við yngri menn í dag að þeir eru að passa börnin sín meðan að konur eru bara að sjá börnin sín og annað, en þeir eru að passa, jafnvel passa fyrir konuna sína. Mæður annast börnin heima fyrstu árin af því feður eru í störfum.
Þessar staðalmyndir eru mótaðar fyrstu árin og síðan taka enn aðri þættir í samfélaginu þátt í að skapa þessa hugmyndum kynhlutverk. Og í dag er það náttúrulega þannig að þú færð að bæði kynin fá fæðingarorlof á Íslandi, en þetta er ekki alls það þannig í heiminum. Við erum svolítið framalega á þessu og á Norðurlöndunum, við erum framalega í þessu, í þessum málum. Jafnrétti, það eru lög jafna stöðu kynjanna og þessi lög eiga að koma á og viðhalda jafnrétti og jöfnum tækifærum kvenna og kalla og jafnframt þannig að stöðu kynjanna á öllum sviðum samfélagsins, að það sé jafnt fyrir alla. Kynýmynd mótast mjög snemma, það er 3 ára og jafnvel yngri hjá sumum börnum. En er munurinn á drengjum og stúlkum meðfæddur? Það verður gaman að ræða það til dæmis í umræðutíma. Kynin fæðast líklega með ólíka tilhneigingar og möguleika til að tileinka sér karllæg eða kvenlæg viðhorf. Hver eru skilaboð samfélagsins? Þau eru nefnilega dálítið ennþá dag í dag, þó við viljum halda að hlutirnir hafi breyst, að þá eru samt ákveðin skilaboð sem enn í gangi. Drengir eiga að vera stórir og sterkir og sjálfstæðir, karlmænlegir, djarfir, vera harðir af sér, ekki gráta og eiga þora að gera hluti. Strákar gráta ekki, við vitum það alveg. Stúlkur eiga að vera hins vegar stiltar og góðar og hafa sig ekki frammi. Eiga ekki að vera sjálfstæður og örugga með sig að vera ákveðnar. Þetta er ekki að þær eigi að vera svona, heldur við erum að tala skilaboðin sem þær fá. Og hvað er til ráða? Eitt af er náttúrulega áhersla ábyrgð feðra í uppeldi, þeir er náttúrulega eiga að taka þátt í. Það er jafnrétti í launum og það er virðing fyrir þessum, típisku kvennastörfum og það eru félagslegar ástæður sem við þurfum að skoða. Það er mjög mikilvægt að það sé fæðingar og foreldraorlof. Við erum með lög fæðingarorlof frá árinu 2000, þar sem að feður og mæður fá 3 mánuði fæðingarorlof og síðan eru með val aðra 3 mánuði. Fleiri feður koma til með annars börnin á fyrstu árunum og fleiri mæður munu geta stunda sína vinnu á þessum tíma. Og við erum strax farin að sjá breytingu á þessum. En við sjáum líka ákveðna tilhneigingu ef það eru kallar sem í mjög hálauna störfum að þeir vilja síður taka foreldraorlof eða fæðingarorlof heldur en konan sem kannski er á lægri launum. Og auðvitað skilum að það, en við erum líka að hugsa rétt barnsins. Það er ekki bara hvort að ég vera aðeins með lægri laun í 3 mánuði eða 4 mánuði, heldur hver er réttur þessa litla barn sem var að fæðast? Á það ekki rétt á að kynnast báðum sínum foreldrum. Stúlkur standa sig oftast betur bæði í grunn- og framhaldsskólum. Drengjum líður verr að meðaltali og þurfa meira á sérkennslu að halda og lögreglan hefur mun meiri afskipti af drengjum. Þetta er ótrúlega sláandi og ef við skoðum nemendafjölda í háskólanum í dag, því nú er ég að vinna upp í háskóla líka, að þá eru karlmenn nemendur eru konir niður í 36% af heildarfjölda nemenda. Hitt eru stelpur. Þannig að þannig er eitthvað verulega að fara að halla á. Þannig að þannig eru hlutir sem við þurfum að breyta því þetta á að vera svolítið jafnt. Og saman náttúrulega með, ég veit ekki hver staðan er með iðnaðarstörfin, en það fer náttúrulega bara eftir í hvað kallast kallastörf og hvað kvennastörf, þetta típiska. Kynhlutverkin og skólinn, hverjar eru hugsanlegar ástæður? Það er að drengjum skortir oft fyrirmyndir í skólum. Allflestir starfsmenn eru konur. Það er ekki svo margir kallar sem fara út í kennslu. Og það er enn þannig. Þó að við viljum meina hluti til að breytast, þá er það enn þannig. Það eru fleiri konur sem sækjum og eru kennarar. Eru hefðbundna kennsluaðferðir að virka jafnvel fyrir bæði kynin? Eða þurfum við að horfa svolítið til þessa hluta sem hún er að gera á Magapála? Er einhverjir líffræðilegi þættir sem hafa áhrif á þennan mun? Er eitthvað sem við þurfum að pæla í af hverju þeir hætta fyrr, af hverju þeir detta fyrir ykkur, af hverju þeim líður almennt verri í skólanum? Og svo er það spurningin með kynjaskipti nemendum í skólum. Þetta er allt spurningar sem er vert að velta fyrir sér. Úr kvennaskólum koma stúlkur með öðruvísi sjálfsmynd heldur en aðrar stúlkur. Þær eru með aðra afstöðu til vinnu utan heimilis, meiri hæfileika til að halda sinni vinnu og þær stóðu sig betur í vinnunni. Þetta er könnun sem hefur sýnt þetta.
Tímabundin kynjaskiptin í skólum getur komið að gagni og verið leið til að efla mismunandi þroskasvið. Drengir þurfa hjá þeim þarf að efla þetta með tjá tilfinningar, meðan að hjá stúlkum þarf að efla sjálfstæði og sjálfsöryggi. Þetta eru ákveðnir þættir hjá hvoru kyni sem við þurfum að ýta svolítið á. Duldanámskráin, það sem þau læra óbeint, því það er þessi opinbera námskrá og svo er það duldanámskráin. Það sem nemendur læra óbeint eða ómeðvitað í skólum og hefur áhrif á viðhorf þeirra til kynjana. Þetta fer fram án þess að við gerum okkur endilega grein fyrir þessu. Þetta eru samskipti kennara og nemenda, það er framkoma kennarana, það er kennsluaðferðir kennarana, henta þau jafn vel fyrir bæði kynin og það er samskipti nemenda á milli. Hver eru samskiptin á milli nemenda, milli drengja og stúlna og milli stúlna og drengja og drengja. Þetta eru allt hlutir sem er í þessari duldu námskrá sem þarf að fylgjast mjög vel með. Kynhlutverk og skólinn áfram. Drengir fá oftar en stúlkur hrós fyrir hæfni og dugnað eða aðra námshæfileika. Þær fá minna hrós. Þær fá hins vegar almenna umsókn, til dæmis áhugi, frágangu verkefna. Og það er erfiðar að draga ályktanir námshæfileika af því þegar alltaf verið að tala hversu dugleg þú ert að gera þetta og hitt. Meðan að strákar segja mikið svakalegt og duglegur í stærðfræði. Meðan að þær fá, þú ert dugleg að vera búin að klára þetta. Þegar drengir fá neikvætt mat er það tengt almennum atriðum, til dæmis áhuga og frágang verkefna, en þær fá gagnrýna námsgetu. Þær álykta þess vegna að þær skorti hæfileika og þær fara síður í fög eins og til dæmis stærðfræði tengt fög og eðlisfræði og þessi fög. Þetta eru fögin sem þær sækja síður í, en þetta hefur hægt og rólega verið að breytast á bara síðasta áratug. Staðsetning kynjana á sama stað, á sama tíma, með sömu verkefni, duga ekki í skólastofunni. Stúlkur fá skerta athygli, drengir taka á að mikla athygli og ákveðnar kennsluaðferðir henta ekki drengjum. Svo er það hjallastefnan sem það er smá fyrirlestur það líka sem er alveg sér og þau skilja kynin í sundur hluta af deginum, ekki alltaf eins og margir virðast halda. Drengir og stúlkur fá þannig sömu tækifæri til að njóta sín á eigin forsendum og hér er verið að opna fyrir hérna duldu námskrá og efla jafnrétti kynjana. Ójöfn staða kynjana, það er launamismunur. Konur taka meiri þátt í uppeldi barna. Starfs- og námsval er mismunandi, konur velja frekar umönnunarstörf og þau störf eru yfirleitt illa launu. Ef við horfum bara á þessa stóru kvennahópa, kennara, hjúkrunarkonur og annað, þá sjáum við að það er lítið breyting verið þarna. En samt, mun fleiri konur ljúka framhaldsmenntun heldur en karlar. Það eru færri konur í stjórnmálum og í stjórnendastöðum og það er meira að pröfa að setja svona kvóta, að það sé kynjakvóti. Og við vitum ekki enn svo sem hvernig það gengur, hvort að það virkar eða ekki. Takk fyrir. Ég held að þetta sé bara fínt í dag og svo ræðum við þetta í umræðutímanum.